Chicago. Þetta var Chicago-búi, hjálpræðishermaður, fekk þennan sálm og hann var á svipstundu heimsfrægur og við megum syngja hann enn í dag. Svoleiðis að við erum að tala um 110 ára gamlan sálm en með klassískan boðskap. Amen. Og þá næsti klassíski boðskapurinn það ég veit ekki nokkuð, segir Jesús, það finnst ekki nokkuð, segir Jesús á jörð. Ef að standa upp, ég veit hvort þið kunnið þennan sálm, en ef að standa upp og syngja þennan, því að þetta er svo mikil játning, við syngjum sálma og játum þá leið trú okkar. Amen. Það er það sem við erum að gera með sálmunum, þess vegna erum við ekki að láta að falla niður, við erum að standa upp og taka undir, þessu trúum við. Það finnst ekki nokkuð sem Jesús á jörð, svo ríkur af kærleikans sögum. Hann finnur og leiðir í fögurri skjól, inn frá mér það gamla sögum. Á krossinum streymdi hans blessaða blóð, hann barðist við úr vind og vatn. Hann bíðrætta hörmuga af sjóinn og eilífan munar mér var. Ég elska og elska hann. Minn dýrlegi frelsari, frelsaði mig og veitti mér friðsæla flóð. Hann byrðina mína tók sjálfur á sig og saklaus á krossinum dó. Á krossinum streymdi hans blessaða blóð, hann barðist við úr vind og vatn. Hann bíðrætta hörmuga af sjóinn og eilífan munar mér var. Ég elska og elska hann. Já, aldanna bjargi minn andvinnur nú, svo
Aðeins Jesús verður úr þessir. Aðeins Jesús verður úr þessir að fá alla lofgjörð og dýrð. Aðeins Jesús verður úr þessir því hann lifandi Guð. Já, ég lofa hann og blessa hans heilaga nafn. Já, ég lofa hann því hann lifandi Guð. Aðeins Jesús verður úr þessir að fá alla lofgjörð og dýrð. Aðeins Jesús verður úr þessir því hann lifandi Guð. Já, ég lofa hann og blessa hans heilaga nafn. Já, ég lofa hann því hann lifandi Guð. Já, ég lofa hann og blessa hans heilaga nafn. Já, ég lofa hann því hann lifandi Guð. Því hann lifandi Guð. Amen. Svo sannarlega lifandi Guð. Mér langar að lesa fyrir ykkur í Sálmi 121. Ég hef augu mín til fjallana, hvaðan kemur mér hjálp. Hjálp mín kemur frá Drotti, skapara himins og jarðar. Hann mun eigi láta fót þinn skriðna, vörður þinn blundar ekki. Nei, hann blundar ekki og sefur ekki. Hann vörður Ísraels. Drottin er vörður þinn, drottin skýlir þér, hann er þér til hægri handar. Daga mun sólarhitinn eigi vinna þín megin, né heldur tunglið nætur. Drottin mun vernda þig fyrir öllu illu. Hann mun vernda sál þína, drottin mun varðveita útgöngu þína og inngöngu héðan í frá og að eilífu. Þetta er svo sterkur sálmur. Ég hef augun mín til fjallana, hvaðan kemur mér hjálp. Hjálp mín kemur frá Drottni, skapara himins og jarðar. Og það er svoleiðis sem að við erum svo oft, og nú tala ég alveg út frá sjálfum mér, það er svo oft sem að við gleymum, erum bara í dagsins önn og við erum einhvern veginn að flýta okkur og við gerum hlutina og svo hugsaum við af hverju er þetta svona. En við gleymum kannski að horfa á Jesú því að hann er með útréttan arminn og hann hjálpar okkur í öllum okkar kringumstæðum, bæði í gleði og sorg. Hann vill fá að vera með okkur í líf okkar, alveg öllu því sem við tökum okkur fyrir hendur. Við skulum leggja þessa stund í Drottins hendur og biðja Guð að vera með okkur. Heilagi Faðir, ég þakka þér fyrir þessa stund í dag. Ég þakka þér fyrir Drottin að þú gefur okkur frið og fögnuð í hjarta okkar, Drottin. Og ég þakka þér fyrir, Drottin minn, landið okkar, Jesús minn. Ég biðja heilagi Faðir að blessa eitt og sérhvert okkar sem er hér í dag, Drottin. Ég biðja Jesús að blessa fjölskyldur okkar, Drottin. Þú þekkir kringumstæður okkar, Drottin. Þú þekkir hvað við erum að gangi í gegnum, Drottin. Og ég biðja lausn og bara að þú veitir lausn okkur til handar, Drottin. Og biðja ykkur, Drottin, biðja Drottin minn að vera með okkur í einu öllu sem við tökum okkur fyrir hendur. Ég bið fyrir landinu okkar, ég bið fyrir stjórnvöldum hér á þessu landi, Drottin. Ég bið fyrir bæjarfélaginu hér og í kringum okkur, Drottin. Að blessun þín megi ríkja, heilagi Faðir. Og ég þakka þér, Drottin, fyrir það að við leggja þessu stund í þínar hendur og blessi ræðuna á eftir, Drottin. Og gef okkur góðan dag og góða komandi viku í Jesú nafni. Vernd og varðveislu við líf okkar, allt okkar líf í Jesú heilaga nafni. Amen. Framundan lofgjörð og bæn á þriðjudag, bænastund á þriðjudag, föstudag klukkan 8 og svo á sunnudag klukkan 11. Já, það fórnin
er svo oft sem það gleðist. Thank you, Lord Jesus, for this day. Lord Jesus, we are here again to worship you with the substance that we received from your hand. Lord Jesus, I ask you to accept it. I pray in the name of Jesus. Amen, Jesus. Amen. Bergsteinn okkur að syngja fyrir okkur eitt lag. Stundum kannski ekki allt alveg eins og þú vonaðist til. Farið úrskeiðis margt, staða mála þér alls ekki vil. Þá hætt við að fallir í þunglindis pittin á kaf. Takir þaðan að reka langt út á örvæntingar haf. Þá mundu að hvað sem gerist Jesús til taks. Þú kallar og hann kemur. Þú kallar og hann kemur. Já, mundu að hvað sem gerist Jesús til taks. Þú kallar og hann kemur. Trúðu því, trúðu því, trúðu því. Kannski verður þér á allir vinirni hverfa sem einn. Tengslanetið rifnar og þú sekkur til botns eins og steinn. Þar útsýnið ekkert, þú sérð ekki tommu þér frá. Orðin úrkula vonar takmarkið þínu að ná. Þá mundu að hvað sem gerist Jesús til taks. Þú kallar og hann kemur. Þú kallar og hann kemur. Já, mundu að hvað sem gerist Jesús til taks. Þú kallar og hann kemur. Trúðu því, trúðu því, trúðu því. Amen. Amen. Við ætlum að halda áfram með lofgjörðina og syngja saman áður en Snorri kemur og tala til okkur.
Jæja, komið sæl, kæru vinir. Heyrist ágætlega í mér. Ég þarf að athugað hvort að tækin er ekki í gangi og virki ekki. Jú, þetta á allt saman verið í sambandi. Gleðileg sumar. Það er ekki ónýtt að geta sagt það núna í upphafi sumars, gleðilegt sumar. Og ég veit að það mun rigna á okkur. Við fáum snjókomu, þetta er allt í lagi. Veðrið það er allavega og alls konar. En við látum sólarhæðina ráða, við látum þetta bara ganga eftir á hvaða tíma við erum komin. Og mér langar til þess að nota þetta tækifæri svolítið til þess að tala þann tíma sem við erum komin á. Því að þessi tími er afskaplega merkilegur og ég hef það í huga að benda ykkur á mjög merkilegt atriði sem að tengist okkar sögu, okkar kristni. Ég ætla að byrja því bara rétt aðeins að skjóta inn í fyrsta setningin sem ég ætla að vísa til. Það er Opinberunarbókin 3:3. Og þegar við komum að þeirri stærð, þeim upplýsingum, þá segir Jesús, hann er að tala til safnaðarins og tala til Jóhannesar og segir við hann þetta merkilega, stórmerkilegt atriði. Ef þú vakir ekki mun ég koma eins og þjófur, en þú munt alls ekki vita á hverju stundu ég kem yfir þig. Ef þú vakir ekki þá mun ég koma eins og þjófur. Og þetta er eitt af því sem að Opinberunarbókin er að leggja fram fyrir þig og mig, að við séum vakandi og við skiljum til hvaða tíma við erum komin. Hvað er klukkan? Er sumarið framundan? Er vetur liðin og svo framvegis? Við erum á þessum tímaskiptum og Jesús notaði svona tækifæri við kirkjuna til þess að tala við hana og biðja hana um að vera vakandi. Og ég ætla að fá aðeins að nota tækifæri núna til þess að byrja á því að tala við ykkur Tómas postula og Jesúm Krist. Og Tómas og Jesús, þetta er athyglisvert að Tómas er tvíburi. Og að vera tvíburi við Jesú er náttúrulega stórmerkilegt atriði, því að hann var bæði postuli og tvíburi. Og það kemur fram í sögunni í Jóhannes 20 að Tómas hann var bara skynsami maður. Hann neitaði að trúa einhverju upprisu. Það hafði bara enginn verið að rísa upp. Þetta bara tilheyrir ekki okkar lífi. Þetta tilheyrir ekki þessari sköpun að menn deyi og rísi upp. Hann var búinn að afgreiða Jesúm Kristinn dauðan, genginn, horfinn. Það var engin von meir. Þeir eru allir verið sviknir. Og þeir voru margir á sömu skoðun og Tómas. Þeir eru farið til Emmausarmuniði og þeir voru allir sannfærðir það að þetta sem að Jesús gerði, það voru bara svik og tál. Hann rís ekki upp frá dauðum. Svo kemur 28. kapitulinn í Jóhannesi og við komum að deginum sem er sunnudagurinn eftir páska. Það leið bara vika. Þeir koma saman lærisveinarnir og lærisveinarnir koma þarna í þessum kafla og ég ætla aðeins að fá að vísa til þessa kafla í Jóhannesar Guðspjalli, 28. kafla. Og þetta er mjög einföld og látlaus frásaga. En einn af þeim 12, Tómas, nefndur tvíburi, var ekki með þeim. Þegar Jesús kom, hinir lærisveinarnir sögðu honum, við höfum séð drottinn. En hann svaraði, sjáu ég ekki naglaförin í höndum hans og get ég ekki sett fingur minn í naglaförin og lagt hönd mína í síðu hans, þá mun ég bara alls ekki trúa. Og ég þakka bara Tómasi fyrir það að hafa unnið svona í málum að vera ekki að trúa ykkur í vitleysu. Hann mátti bara leggja sig fram, fingurnir máttu fara í sárin og hendurnar máttu fara í síðusárið. Og þessi mynd sem að ég nefni hérna við ykkur, þetta var eitthvað sem greip líka listmálaran sem málaði þetta svona. Þegar Jesús Kristur er með Tómasi, hann kemur allt í einu saman á samkomuna og ef þið athugið hvernig andrúmslofti var, það er sagt í 27. versinu að viku liðinni voru lærisveinar hans aftur saman inni og Tómas með þeim. Dyrnar voru læstar. Þá kemur Jesús, stendur mitt á meðal þeirra og segir, fríður sé með yður, og hvernig haldið að lærisveinar hafi brugðist við. Þeir hrukka allir við. Þeir sjá alltaf þann sem dauður var þetta afturganga?
Hvað var í gangi? Var þetta draugur? Var þetta einhver risadraugasaga sem komið var upp? Nei, þetta var nefnilega sagan, augnablikið, sem breytti öllu fyrir lærisveinana. Og svo svo skemmtilegt í þessu, það eins og Jesús Kristur hafi alveg vitað hvað bjó í huga Tómasar. Og sjáu hvernig textinn segir hérna við okkur, friður sé með yður, síðan segir hann við Tómas, kom hingað með fingur þinn og sjá hendur mínar og kom með hönd þína og legg í síðu mína og vertu ekki vantrúaður, vertu trúaður. Og þetta bara skilaboð til safnaðarins, systkini, við erum trúuð á það að táknin sem að Jesús Kristur gefur okkur upprýsu sína, þau eru sönn og rétt. Og þetta svo athyglisvert að þegar Tómas dregið þarna út úr hópnum, auðmýkja kallinn, hann hefur verið svolítið niðurlægður. Því að hann var búinn að segja stóru orðin, ég trú ekki fyrir þetta ég fæ snerta og stinga fingurum og hendunum í síðusárið. Og Jesús bara segir, ok, Tómas minn, komdu. Og Tómas í auðmýkt og niðurlægður, hann fær að setja fingur og hendur í síðusárið. Og listmálarinn, hann grípur tækifæri, málar myndina, setur þetta aftur upp torfi og þá sjáu þið hvað þetta er alveg geysilega flott að Jesús hann bara opna klæðin og segir Tómas minn komdu. Hér fór spjótið inn. Og það eins og að menn hafi átt að segja á því, það blæddi ekki úr sárinu, en Jesús hann segir samkvæmt því sem Lúkas talar hann segir, sko, andinn hefur ekki bein, hold og bein, eins og sjáu mig hafa. Og þegar ég fylgi þessu aðeins eftir, þá komum við aðeins þætti, að Tómas blessaður með lærisveinunum, hann tekinn á beinið og fær að vita að það ekki lengur eitthvað sem að hann þarf að forðast, heldur getur hann séð og nákvæmlega staðfest það sem að var öllum mönnum augljóst. Helgina áður, bara vikunni áður, þá hékk Jesús Kristur á krossi. Og þá voru allir skriftlærðir, gyðingar, farisear, allir þeir sem voru prestar. Þeir sáu alveg gríðarlega merkilegt tákn. Og táknið var fólki í því að Davíðssálmur 22 var að rætast fyrir framan nefið á þeim. Það var bara páskahelgin og þá sagði Davíðssálmur 22 þetta við þá. Ég get talið öll mín bein. Þeir horfa og hafa mig að augnagamni. Ég get talið öll mín bein og þeir eru að hafa mig að augnagamni. Passaði nákvæmlega við kringumstæðurnar við krossin. Ekki bara það. Það kemur út að það sagt, þeir skipta með sér klæðum mínum og kasta hlut kyrtil minn. Þetta var 1000 ára gamall spádómur sem var að rætast fyrir framan nefið á þeim og það var ekki nema vika frá því að spádómurinn rættist þangað til að Tómas var tekinn á beinið. Hvað er í gangi þegar Guð fer svona að málum að hann gefur orð sitt 1000 árum áður og síðan kallar hann okkur til vitnis það að orðið það hefur ræst og orðið er að verða að veruleika. Hvernig fóru gyðingarnir að þegar hann taldi öll sín bein? Gátu þeir gert það líka? Kveiktur á perunni. Davíðssálmur 22 hékk á krossinum og það var að rætast. Kveiktur á perunni að þeir köstuðu hlutum kyrtil minn. Vissuðu hvað var að gerast? Og lærisveinarnir, þeir sáu, þeir héldu sér reynda frá. Það voru örfáir við krossin, en það sem gerðist var það að Guð lét orð sitt rætast. Guð stóð við sína spádóma og það var enginn sem gat flúið það. Þess vegna getum við lesið þetta, bæði í Lúkasi og Jóhannesi, vegna það sem áður var ritað. Það rættist fyrir framan nefið á mönnum. Og það tók ekki nema viku frá því að Jesús var krossfestur og þangað til að Tómas tekinn á beinið og hann eiginlega niðurlægður fyrir framan alla en leið hafinn upp. Tómas, það í lagi að spyrja. Komdu, snertu bara á. Og svo þegar við komum að þessu, þá segir Lúkas þetta við okkur, lítið á hendur mínar og fætur, að það ég sjálfur, þreifið á og gæti þig að.
ekki hefur andi, hold og bein eins og þið sjáum mig hafa. Af hverju sagði hann ekki hold og blóð? Andi hefur ekki hold og blóð eins og sjáum mig hafa. Var hann kannski blóðlaus? Hann hafði gefið sitt blóð á altarið, á sáttmálsörkina, til þess að friðþægja fyrir þig og mig. En hann lifði samt þó að blóðlaus væri. Við getum endalaust spekulara í þessu, en eitt alveg öruggt mál. Að þegar Tómas snertir Jesúm, þá hann snerta lifandi frelsara, upprisinn frelsara. Þegar Jesús kemur þarna að lærisveinunum, þá segir hann komiði, snertið á, þreifiði á, við megum nefnilega spyrja og við megum þreifa á. Og mér finnst þetta gríðarlega merkilegt hvernig Guð tala sitt orð og lætur spádómana sína búa í orðinu og búa á meðal okkar og þeir munu rætast. Ég er með eitt atriði viðbót sem er langa til þess svolítið að eiga orðastað við ykkur með, og það er orð sem að skiptir mig máli. Ég held að þetta hafi alveg erindi til okkar, og orðið er fólgið í því að ég tók hérna út úr tölvunni, þá prentaði ég alveg hellinga blöðum spádóm sem að tengist okkar tíma, katólsku kirkjunni og okkar tíma. Það var munkur sem var upp 1100 og það er álitið þessi munkur hafi séð þetta, þessar sýnir, svona 1130-40. Við erum ekkert endilega vissir hvenær þetta var. En þessi munkur, hann var írskur biskup Ómalíki og hann ferð frá Írlandi og til Rómar. Þetta er svona pílagrímaferðin hjá honum. Og þegar hann kemur til Rómar, þá birtast honum sýnir. Og hann skráir þessar sýnir niður, og það er svo merkilegt með þessar sýnir að þær eru allar meir og minna fólgnar í því að hann sér hvað er í gangi á þessum tíma sem hann var. Og sýnirnar, þær höfðu merkingu. Og áður en ég fer að fara mjög nákvæmlega út í þessar sýnir, þá erum við með fleiri sýnir sem að koma til okkar, og það er við okkar samtíma. Og ef þú setur næstu glæru átorfi, þá erum við með sýnir sem passa við okkar samtíma, og þessi samtími, hann birtist svo einfaldlega að við kannski tökum ekki eftir þessu. Í dag er til gjaldmiðill sem heitir evra. Ég veit að við flest öll höfum notað evru og notað evru til þess að eiga í viðskiptum við. Og þeir sem fara til Evrópu þurfa að nota evruna. Og það bara birtist þarna að ein evra, ég fekk þessa evru frá Grikklandi, þá kemur fram að sú evra, hún er með ákveðnum táknmyndum. Og táknmyndin, hún er bara frá sögu Evrópu það að Evrópa, hún sest upp á dýrið. Það er búið að segja frá þessu, það er búið að tala þetta, og þetta er búið að vera eins og einkenni á öllu því sem að heyrir til trúarbrögðum samtímans. Á sama tíma þetta gerist, þá erum við að sjá líka að menn að grípa til alls konar tákna og ummynda og hugmynda sem að þeir láta birtast í blöðum, bókum. Þetta er eins og á Rolling Stones, þeir birtu dýrið og menn eru með í raun og veru sömu gömlu hugmyndirnar aftur og aftur. Þessar hugmyndir, þessar myndir, eru bæði teiknaðar og útskýrðar í Daniels bók og í Opinberunarbókinni. Og af hverju tefli þessu svona fram við ykkur í dag? Það er af því að við erum undir því orði í Opinberunarbókinni 3:3 að við eigum að vera vakandi. Við eigum að taka eftir. Því að Jesús Kristur á að koma ekki okkar á óvart, heldur við eigum að vita að það er stutt í það að hann komi. Og ég ætla aðeins að fá að fara í sig fleiri tákn hvers vegna við eigum að vera vakandi. Ekki til þess að við séum óttaslegin eða hrædd, heldur að við vitum að það sem er að gerast, það er frá Guði komið. Það sem er að eiga sér stað er það að Guð er að minna okkur á. Og þegar við tökum eftir þessu svona, þá kemur fram í Opinberunarbókinni 17:1. Þetta skemmtilega orð. Og ég sá konu sitja á skarlatsrauðu dýri, alsettu guðlaustum og nöfnum og hafði 7 höfuð og 10 horn. Dýrið er ríkið. Og það er svo merkilegt að dýrið Evrópa sem er að rísa upp í dag,
það komið með gjaldmiðlinn með konunni og dýrinu. Er þetta tilviljun? Nei, alls ekki. Þetta er eitt af því sem er að fylgja okkar samtíma. Við stöndum uppi kannski eins og Tómas. Við erum alltaf kölluð fram og Jesús vill fá að segja við okkur, komið í, þreifiði á, takið eftir, horfiði á. Og ég lít þannig á að við séum akkurat á þessum tímamótum. Það er að koma sumar, laufið er að koma og við megum taka á móti sumrinu vegna það er góður tími fyrir okkur. Endurkominn tími Jesú Krist, hann er mjög svipaður. Hann er mjög svipaður. Það er að koma sumar og það er mjög jákvæðir tímar fyrir okkur því að leið og Jesús kemur, þá eru dauðir tekin í burtu. Hver vill hafa hann lengur? Þá eru djöfundur bundin. Hver er ekki búin að fá nóg af honum? Við erum á tímamótum sem eru ein merkilegustu tímamót frá því Jesús Kristur reis upp frá dauðum. Við sem söfnuður. Við stöndum frammi fyrir því að við megum vera vakandi og við megum vera opin fyrir því sem er að gerast. Ef konan er kirkjan og hún situr á skallasrauða dýrinu, hvert er hún þá að fara? Þá er hún ekki endilega að fara leiðina sem Guð vill að við förum, þá er hún að fara eitthvað annað. Og ég ætla að fá að sýna ykkur það sem að hann Óman Líki kom með og segir okkur frá, vegna þess að það eru atriði sem að snerta okkur sannarlega hér á Íslandi, að það er að rísa upp mjög stórt og mikið ríki og þið sáuð árangurinn ef þið hafið hort á jarðarför páfa í gær. Þá sáuð þið mjög merkilegt gerast í Vatikaninu þegar Trump, hann kom og settist niður með honum Zelenski og þeir eru fundið í Vatikaninu. Af hverju þar? Jú, þeir voru við útför páfa. En allt í einu þá kemur upp að Zelenski, hann er að leita að ásjár Evrópu, fá hjálp frá Evrópu og nú er Trump meira og minna að beygja sig undir það sem að Evrópa hefur að segja. Það er bara svolítið til í þessu. En Evrópa vantar leiðtoga. Evrópa vantar konungin. Evrópa vantar þann sem að sesta völdum og ætlar að taka völdin og vera valdapollin í Evrópu. Á þeim tíma þá erum við að sjá dýrið rísa og við erum að sjá þetta gera fyrir fram að nefið á okkur. Kannski kveikjum við ekkert á perunni. Settu næstu glæri á torfi og þá sjáum við að við stöndum frammi fyrir því að nú vantar páfa, nú vantar kirkjuna höfuð, nú vantar konuna sem situr á dýrinu höfuð eða æðsta vald. Og hvað verður það? Erum við virkilega komin á þann tíma að við erum bara að sjá þetta rætast fyrir fram að nefið á okkur, að það sem að spádómarnir, Opinberunarbókin, Danielsbókin, ef við talaðum við okkur, þetta er bara að verða veruleiki hjá okkur í dag. Þetta er bara fréttirnar í dag. Þetta er ekki eitthvað sem er að gerast eftir 1000 ár. Við erum ekki að tala um eitthvað sem verður eftir 100 ár. Við erum bara að sjá þetta opinberast og afhjúpast í dag. Og þú, bróðir og systir, átt að hafa augu sem sjá þetta. Við fáum að njóta þeirra náðar að vera í því að sjá orð Guðs rætast mitt á meðal okkar. Og nú komum við að honum Óman Líki. Þessi maður sem var upp 1100, írskur munkur, fer pílagrímaferð frá Írlandi og til Rómar. Hann sér Róm bara morgni dags og þá allt í einu birtast honum heilmiklar sýnir. Og hvaða sýnir eru það sem hann sér? Eða hans að sýna ykkur svona hluta af þessu sýnum. Hann sá páfa og nöfn páfana og skjaldamerki þeirra og yfirlýsingarnar hvað þeir stóðu fyrir. Og hvað er svona merkilegt með alla þessa páfa? Jú, hann segir að þeir verði ekki nema 112. Takk getur, 112. Hvað skildu vera margir eftir? Páfi númer 112 var jarðaður í gær. Páfi númer 112 var jarðaður í gær. Og hvað átti þá að gerast? Það átti engin páfi að koma og vera lengur. Þá er ríkið sem við erum að tala um í Evrópu,
það stendur frammi fyrir því að við erum að sjá fullt af táknum sem að einkenna Evrópu, þau eru komin alla leiðina frá Babylon. Sjáu þið Babelturnin þarna á myndinni. Vitið þið hvað þinghúsið í Strasbourg er kallað? Fyrirmyndin, arkitektin sem teiknaði það, hann hafði Babelturnin sem fyrirmynd og teiknaði þinghúsið fyrir Evrópu sem Babelturnin, sem þjóðirnar allar myndu koma og safna saman um. Er þetta tilviljun? Nei, þetta er alls ekki tilviljun. Þetta er eitt af því sem að Biblían hefur að benda okkur á og talað alveg frá dögum Daniels spámanns að yrði. Ríki Babylónar, það myndi ganga sína leið til Medo-Persa, til Grikkja, til Rómverja og fæturnir sem eru Rómverjar. Þetta er bara sumpart af leiri og sumpart af járni. Og þetta er síðasta ríkið sem að við sjáum rísa í dag. Og af hverju verða samningafundirnir þarna í Vatikaninu? Af hverju hittast allir við Vatikanið, þjóðhöfðingjarnir? Er þetta tilviljun? Páfi 112 farinn, samkvæmt því sem að Óma Líki segir, það verður ekki fleiri páfar. Hver tekur þá við? Hvað gerist? Stöndum við frammi fyrir einhverju risamáli? Mjög líklega. Mjög líklega. Og ef ég má fara með ykkur þangað, það sem við stöndum, þá skulum skoða hvað segir hann þennan páfa númer 112. Það er næsta glæra torfi. Og þetta, ég hef þetta því miður á ensku, þannig að þið verður bara að lesa þetta með okkur. En það er sagt svoleiðis að Pétur, rómanski, sem hann vill leiða hjörðina í hagan og sauðir hans, þeir verða ganga í gegnum margar þrengingar áður eins að þetta verður þeim til gagns og borgin sem að þeir koma úr, eða stendur á 7 hæðum, henni mun verða eitt og það mun koma dómur Guðs yfir það borg. Borgin með 7 hæðum er Rómaborg. Erum við virkilega að horfa á það við erum að renna inn í þann tíma að Guð ætlar að grípa inn í með dómi og Guð ætlar að grípa inn í með sinni sterku og öflugu hönd og hann ætlar að breyta kringumstæðunum í Evrópu og það verður ekki lengur kirkja sem fær að afvega leiða hjörð sína. Jesús Kristur vill að verði kirkja sem verður vakandi, sem verður biðjandi, sem verður væntandi. Hann vill að kirkjan verði eins og Opinberunarbókin 3:3 sem vakir og veit hvað er að gerast. Við stöndum frammi fyrir þessu kæru vinir. Ég veit ekki hvort þetta verði akkurat á morgun eða eftir viku eða hvenær, en samkvæmt því sem Óma Líki benti á, þá er bara afskaplega stutt í það að Guð grípi inn í. Má hann það? Hann greip inn í hjá Tómasi postula, var það honum til góðs. Og ég segi bara, Guði sé lof fyrir að Guð greip inn í hjá Tómasi og sagði við hann, komdu með fingur þína og komdu með hend þína. Komdu og settu þetta í bæði naglaförin og í síðusárið. Og þegar ég horfi á þetta svona hjá okkur, þá get ég ekki varist þess að hugsa sem svo, við erum að biðja fyrir því að Guð snerti okkar þjóð. Það er til dæmis talað um það núna í Evrópu, að það hefur sjaldan verið jafn mikil andleg hræring í Evrópu og einmitt núna. Kirkjurnar eru að fá til sín fullt af ungu fólki sem skynjar og spyr og áttar sig á, það er eitthvað í gangi. Og menn eru ekki alveg vissir hvað er í gangi og þeir eru að reyna að horfa á þetta sem með björtum augum, en það sem er í gangi er það að orð Guðs er að rætast. Spádómar Guðs eru að koma fram. Það sem að þú hefur fengið að vita í orðum ritningarinnar, það er að verða fréttirnar á morgun og þú ert að sjá hvað Morgunblaðið skrifa og Ríkisútvarpið flytja þér á næstu mánuði. Og ég trúi því, kæru vinir, að þetta er engin tilviljun að við skulum vera frammi fyrir þessu. Það þarf ekki að líða stór eða langur tími á milli atburða. Gyðingarnir fengu sitt tákn og vöknuðu ekki. Lærisveinarnir fengu sitt tákn og Tómas fékk að setja fingur og hendur í sárin. Þeir vöknuðu. En fáum við
sem erum í þessu litla söfnuði, fáum við að vakna og vera alvöru þjónar sem vitum og þolum og þreyjum vegna við sjáum að það er stutt eftir. Ögn enn, þoliði ögn enn, veriði aðeins róleg og biðjandi því að það er stutt í það að Kristur kemur í allri sinni dýrið. Þetta er alltaf birtast. Hvað stöndum við? Ég vil bara fá að ljúka þessu með því að benda þér á eina glæri viðbót sem að þið hafið séð, við höfum notað þessa glæri stundum og það er þessi glæra sem að tengir okkur við Daniels bók og Opinberunarbókina. Það eru ríkin sem að komu eftir Babylon og ég var nefnda. Það er ríki Babyloniumanna, ríki Meda og Persa, ríki Grikkja og síðan koma lendurnar og það er rómverska ríki sem að endar í fótunum. Og nú erum við að sjá að eitthvað er að gerast í Evrópu, að hið sterka, gamla rómverska ríki, hugmyndin það er allt að rísa upp. Hvað gerir kirkjan? Á hverju hvílum við? Á hverju stöndum við? Hvað er í gangi hjá okkur? Og ég segi við okkur, það hefur komið tími á það að við séum söfnuður sem segjum Drottinn, lifðu mér að taka eftir orði þínu. Ljúktu upp augum mínum, lifðu mér að sjá það sem er að gerast, því ég veit að bæði í pólitíkinni og innan kirkjunar þá eru tákn og undur að eiga sér stað. Við stöndum frammi fyrir þessu. Og megi Drottinn og náð hans vera vakandi yfir ykkur og með ykkur. Ég er ekki að segja þetta til þess að við þurfum að hrærast eða óttast. Ég er að segja þetta bara til þess að við áttum okkur á því að það komi sumar. Það komi inn í tími. Þetta gerir svo hratt og þetta er svo fljótt að gerast. Og þó að orð, spádómar liggi svona kyrrir eða liggi sofandi í kannski 1000 ár, þá á rétta tímanum, þá opinberast þeir birtast, þeir koma fram. Og við erum einmitt á slíku augnabliki að Drottinn Jesús er að koma með sitt orð til að vekja þig og mig og við séum ekki alveg eins og Tómas og segja ég ætti ekki að trúa nema ég snerti á. Við getum þegar farið að trúa vegna þess að vottar Jesú Krist, þeir eru allir að benda á það sama. Orð Guðs er að rætast. Amen. Ég ætla að fá að ljúka þessu svona og bara biðja saman því að ég trúi því að þetta er orð sem að íslensk þjóð þarf að fá að vitum. Mér er ekki alveg sama hvert íslenska þjóðin fer. Það er komið fram hjá utanríkisráðherra og fleirum í ríkisstjórninni að þeir vilja endilega fara hraðbyri með Ísland inn í Evrópubandalagið. Evrópubandalagið er þetta dýr og ég vil að Ísland frelsist frá því. Er þið sammála? Ég ætla að biðja fyrir Drottinn, þakka þér fyrir að biðja þess að náð þín sé yfir okkur og með okkur og við biðjum Jesús að við fáum að hafa eyru og augu sem heyra og sjá og við mögum biðja fyrir Drottinn að kraftur þinn fá að vera yfir okkur svo þú varðveitir okkur. Ég bið fyrir landinu, ég bið fyrir stjórnvöldum, ég bið fyrir því að þau helgist þér, þau spyrji þig og gömlu leiðina og fari hana. Drottinn, ég bið líka fyrir því að mark þitt, það megi vera sett á okkur, krossin megi vera ennþá yfir okkur og við megi vera þjóð sem leitar þín af öllu hjarta. Verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Í Jesú nafni. Amen. Og kæru vinir, náð Drottins Jesú Krist. Kærleiki Guðs og samfélag heilags anda verið með ykkur öllum. Í Jesú nafni. Amen. Við stoppum útsendingu hérna núna og við ætlum bara að fara upp og fá okkur kaffisopa og spjall og þeim ég alveg tala þetta við mig en við ljúkum þessari samverustund og byggjum Guð blessunar, Guðs fríðar yfir ykkur.